Góða kvöldið, Gretar Mar heiti ég og við erum mættir hérna í sjávarútvegsspjall og það gestir mínir í dag eru Atli Hermannsson, hafnarvörður í Kópavogi og Jón Kristjánsson fiskifræðingur. Og það náttúrulega ýmislegt að tala núna, sérstaklega þegar að þau tíðindi hafa borist að það sé verið að skipta forstjóra í Hafrannsóknastofnuninni okkar og verður væntanlega umræðu efnið okkar hvað eigum við að gera og hvernig eigum við að taka á hafrannsóknum, eigum við að breyta vinnubrögðum eða eigum við að bara halda áfram á sömu braut og við höfum verið að gera síðustu 40 árin og engum árangri náð eða eigum við að reyna að ná einhverjum betri árangri og eigum við að reyna að tryggja þjóðinni meiri tekjur af sjávarfangi og hvaða leiðir eigum við að nota til þess og hvað eigum við að gera. Og ég ætla að byrja á þér, Jón. Þú ert nú eldri en 2 vetra í þessu og þekkir þetta nú, söguna. Hvað leggur þú til málana í dag? Sko, það náttúrulega mjög erfitt að fara yfir það í svona lausu máli. Þú ert með stofnun þarna, núna, sem búin að vera að þroskast öll þessi ár. Þú varst með reynda stjórnendur eins og Jón Jónsson var mjög lengi. Jón var mjög góður náttúrufræðingur. Síðan hann nú eiginlega hálfhrakinn úr starfi og Jakob tekur við og það svipað. Jakob var mjög mikill ákofamaður veiðar og ég man það ég vann nú hjá honum í síldarleitinni og það voru eilífar hótanir sko, ef þú finnur ekki síld, drengur minn, þá. Svoleiðis að hann var veiðimaður. Síðan gerist það að síldin hverfur og henni var bolað í burt til ég af kolmunum þegar hann kemur hérna inn á miðin og þegar ég fór síðasta túrin í síldarleitinni þá fórum við frá Seyðisfirði eða Reyðarfirði til hérna Svalbarða. Og það lóðaði leið og kom út úr hafnarkjafturinn næstu því þá byrjaði að lóða kolmunna dreif og alveg miðja vegu milli Jan Mayen og Svalbarða þá hætti hún. Það var sem sagt kolmunni og búin að yfirtaka allt svæðið. Einu menni sem voru að veiða þetta voru Rússar voru að reyna þetta en það voru bara ekki nógu góð veiðarfæri sem voru til. Nú svo tekur við þarna Jóhann næstur held ég, forstjóri. Sigur Jónsson. Jóhann Sigur Jónsson. Og síðan hann tók við að Jakobi. Hann tók við að Jakobi. Og síðan það Sigur Guðjónsson. Ég man ekki komið einhver á milli. Nei, það var Jóhann og svo Sigurður og svo Þorsteinn. Og enginn þeirra fór nú þarna. Þeir voru nú svona fram í tíman, sko. Þeir voru sinn líftíma þarna á stofnuninni. Og það ekki fyrir, sko, það sameinað veiðimálastofnun og Hafró. Og á þeim tíma var veiðimálastofnun mjög mikið að gagnrýna vinnu aðferðir Hafró og þeirra hugmyndir. Ég man eftir því. Og það sækja 2 menn minnst kosti þetta og það annar Þorsteinn og hinn Sigurður Guðjónsson. Og Sigurður ráðinn en ekki Þorsteinn. Fljótlega eftir að Sigurður verður forstjóri þá rekur hann nokkra menn á Hafró sem voru svona erfiðir, slum ekki nefna nöfn, en einn af þeim var Þorsteinn. Hann misti vinnuna og var ráðinn beint til hérna SFS eða LIU. Og þar þangað til að næst kemur að forstjóraskiptum og þá sækjaði báður Sigurður og Þorsteinn en Þorsteinn fær jobbið
þá Kristján Júlíusson ráðherra og hann náttúrulega, við veitum hvorum megin hann í þessu og hann vildi bara fá sinn mann þannig. Þetta svona saga af forstjórana. En það má segja það að mín kynni af þessari stofnun það að það segja allir það sama. Það þetta sem oft í ríkisstofnunum, eins og var í veiðimálastofnun sem ég var nú lengi. Þá var ég að segja mínar meiningar. En þá sagði forstjórinn alltaf stofnunin verður að hafa eina rödd. Já, og það rödd forstjórans. Og ef þú skilaðir ekki því eða fórst eftir því þá gastu farið út af línunni þá manni var gert erfitt fyrir. Og ég veit að líka á Hafró að það menn sem voru ekki alveg saman og þeim var gert erfitt fyrir. Já. En svo þetta nú bara siður. Svoleiðis að hvað það þarf að gera rétt að sagt, ástandi núna þannig að það farið eftir ISIS, Alþjóða Hafrannsóknastofnunin. Þeir gefa út línu og það fara allir eftir því. Já, en af því ég veit þú þekkir til þar, hvað eru Íslendingar stór partur af stjórnunni hjá ISIF? Þeir náttúrulega, Íslendingar í vinnunefndum, mjög mikið. Ráðgjafarnefndum og við erum nú stofnaðilar af Alþjóða Hafrannsóknastofnuninni. Já. Og Jakob Jakobsson var tíma stjórnarformaður ISIF. Hann var æðsti toppurinn. Já, þannig að það ekki eins og þetta sé bara einhver stofnun út í heimi sem okkur kemur ekki neitt. Við erum búin að vera með ráðandi menn þarna. Ég heyrði að við ættum formenn í 8 eða 9 nefndum á vegum ISIF. Já, ég hef ekkert skoðað það sérstaklega. En þarna var einn vinur minn sem heitir Per Grútnes sem var norskur. Hann var þarna í ISIS. Og hann fór að spurja óþægilegra spurninga, gagnrýna á fundum. Já. Og þá held ég að vera Koppi sem sagði það, hvaða maður þetta? Jú, getið ekki losa á Guð þennan mann. Hvað hann að gera hér? Þannig að þetta var svona hierarki að þú varst að segja ýmislegt. Ég lendi því að deila við ISIS í Hirtshals eins og í Danmörku. Þá vorum við að kynna færeysku fiskveiðistefnuna sem var ekki kvótakerfi heldur dagakerfi. Já. Og þar var hann verið opið í alla enda og mátti veiða svo vildir á þeim dögum sem hann fekk stúklutuða. Og það var þá bara Magni Sjónur sem sagði þér hvað þú gerður. Þetta þýddi það að allt var hirt. Það var engu kastað. Nei. Af því allt var þetta verðmæti. Og það var að fullt leyfilegt að koma með þetta í land. Og þá ertu að tala undir málsfisk og smáfisk og hvað sem var. Hann fór heim, sko. Það var ekki hægt að selja hann. Þetta nú bara svona eins og var hér. En síðan komum við Jörgen ráðherraðna voru með fund í fiskveiðinefnd Alþjóða Hafrannsóknaráðsins. Nei, í fiskveiðinefnd ESB. Já. Að segja frá færeyska kerfinu. Þá sé ég þar. Það kemur einn maður frá Danmörku. Hann var líka forstjóri þarna. Hann talaði ekki við okkur eða neitt, heilsa okkur ekki. Ég þekkti hann af því að ég hafði rifið stöðan í Hirtshals. Og hann var bara að skoða hvað við myndum segja. Já. Tók ekki til máls, þannig að þetta svolítið mikið svona held ég. Og þeir keyra allir á sömu línu og þeir segja allir það sama. Og stefnan í stórt sett að fara voða varlega. Veiða lítið og veiða meira seinna. Þetta hefur bara aldrei hvergi gengið, nokkur stað. Þetta allt saman menn sem eru lærðir á sömu bókum, vinur og kunningjar, hittast í kokteilum og ársfundum. Og en þetta bara einn trúarklíka, sko. Þetta ekki vísindastofnun í þeim skilningi sem að flestir leggja í þann skilning. Og þá komum við hérna kannski heima, því ef að segjum það við færum hérna inn á Hafró og segja, strákar, það verður bara að leysa aftan og leysa framan og farið að fiska. Að þá mætist stálinn stund því að
Hvað ætlar ISIS að gera ef við ætlum að fara út úr því? Við þyrftum að gera það og vera sjálfstæðir, ekki vera háðir einhverjum öðrum ráðgjöfum sem að þekkja ekki hlutina hérna heima og þá álítum við það að þeirra aðferðir séu rangar og við ætlum bara að fara aðra götu. Það getur orðið erfitt og ég efast það að menn geri það. Það var núna, hefur verið gerð úttekt á Hafró. Það var Deloitte sem gerði þetta og ég að því. Og ég sagði við á, ég var búin að skýra mitt mál og allt þetta. Þeir hafa þú boðað þig á fund og vilja tala við þig? Já, þeir boðuðu alla gagnrýnendur á fund. Já. En ég sagði við á, þið verðið að hafa kjark til þess að taka á þessu í alvöru og ef þið gerir það þá myndum við breyta fiskveiðistefnu við Atlantshafið frá því þessari vesöld sem að ríkir núna. Það búið að draga saman svo mikið Eystrasalti að þar er lokað fyrir þorskveiðar. Já. Írska hafið þið sama, það lokað fyrir þorskveiðar, norður af Skotlandi meir og minna lokað og uppástungan núna lokað alveg í Norðursjó. Þar veiðin 5% af því sem var áður við fórum að fikta þessu. En það stendur til að loka alveg, þeir eru alveg brjálaðir Skotlarnir. Og Færeyingar eru mjög illa settir vegna þess að þeir eiga svo fáa fisk í dag. Þeir fóru í það fór ekki að taka, þeir tóku aldrei kvótakerfið, þeir voru með í 1 ár eða 2 ár. 1,5 ár. Síðan ákvaður að þetta gengur ekki og fór að veiða með sínu fiskveiðakerfi sem gekk mjög vel. Já. Svo þegar þeir voru að koma skipaninu það fara að skera niður, þá kallaði Jörgen ráðherra í mig og fekk mig til ráðgjafar og ég sagði að pentu hann ekki skera niður. Og hann gerði það ekki og aflinn jókst. Þetta gerðist 2 ára í röð. Já, Jörgen Niklasen. Já, Niklasen. Og síðan þá fer hann af sem ráðherra og það kemur nýr ráðherra og ég sagði það sama við hann, nei, ég sagði reyndar ekki það sama. Ég sagði nú verður að bæta í. Þess að fiskur að hórast. Og þú verður að auka veiðarnar. Og það var náttúrulega bara, hvað, maðurinn vitlaus? Og hann gerði það ekki, hann skar niður 5%. Á þessum tímabili sem frá því þá og í dag þá fiskveiðidögum fækkað frá 40.000 niður í 15. Og það orðið svo lítið núna að það ekki hægt að gera út. Þú getur ekki haft tekjur og skipi á Áskornadöllu með þessari útgerð. Það er ekki nógu mikil. Og svo auk þess eru lokuð svæði, það eru 60-70% af meðanum sem eru meira og minna lokuð allt árið. Já. Og það verður nú engin breyting. Nú finna þeir mikið að þorski, var að lesa úr leiðangri sem voru að koma úr núna. Bæði Færeyjabanka og landgrunnu er meira þorski heldur en var í fyrra og mjög mikið af ísu. En ísan er hóruð. Já. Ég veit ekkert hvaða ráð þeir gefa en ef að ísa er hóruð og mikið af henni þá verður að fara að auka veiðarnar. Sama í Noregi. Þeir eru að býsnast yfir því að sé verið að drepa ungfiskinn. En ef mikið af ísu í afla þá ofboðslega mikið í henni sjónum og þú verður að setja á fulla veiði á þetta. En það eins og að tala við steinin. Þetta svona það sem maður myndi gera, maður myndi reyna að snúa pólitíkinni í það að vera verndunarpólitík og fara í það í sóknarpólitík, það er að segja aktívar veiðar. Já. Eins og var gert hér einu sinni þegar leigðu skip til fiskileitar. Já. Fiski og fleiri fóru og földu Jónsmið og þá var verið að leita fiski. Já. Ég man eftir því þegar ég byrjaði til sjós 1970 að þá var Árni Friðriksson að leita að síld í Norðursjónum fyrir utan þar sem að veiðiskipin voru eða raunverulega flotinn var. Þeir voru að fara í stóra radíus í kringum flotan 20, 30, 40 mílur frá að leita síld.
Sko, þetta Þú varst nú þáttakandi í því. Þetta alveg gert svona, ég var ekki að opna þarna. Nei. Hann var bara að koma það leyti sem ég var að hætta. Já. Og ég var á Ægi til 68 og Snæfugli. En við vorum alltaf í kringum flotan, við vorum aldrei í flotanum, við höfum ekkert að gera það. Nei. Við fórum og fundum kannski síldarsvæði og þar beðum við eftir þeim. Heldum svæðinu inni og það endist kannski viku, þá fórum við leið þeir komu. En núna síldin mæld öðruvísi og hún mæld sko, þeir voru að leita síld, þá leitar á torfum. Það var kastað á torfur og það kannski langur tíma engin torf og svo heyrir allt í einu smá bíp langt í burtu og ferð þangað og það kannski síldarsvæði. Núna taka leiðarlínur, beina leiðarlínur yfir síldarsvæðið og telja síldina. En síldina ekki dreifð, hún í torfu. Já, oftast nær. Já. Þannig þetta nú, maður myndi breyta stofnunni í það meira að vera sóknarstofnum og gjaldeyrisöflun fyrir okkur. Og það bara hægt að segja það strax, það ekkert hægt að ofveiða fisk. Ef að það hefði verið hægt, þá hefði þjóðirnar í kringum okkur verið búin að klára hann fyrir lifandi slöng. Nú veit ég að Árni Friðriksson sé búin að vera bundinn við bryggju í Hafnarfirði frá því í maí. Nei, hann nú eitthvað búin að fara, eitthvað smottir í. Heldurðu það? Já, ég hef nú fylgst aðeins með honum, sko. Ég held hann sé búin að fara eitthvað. Já. En það ekki mikið, ekki mikil útgerð á hvorugu skipinu. Þórun nú í landi núna. Já. Búin að vera dálítið því að mér skilst að sé alltaf fullt skipa fólki að gera við og laga og eitthvað að baksa. Já, gera skipið nótæft. Gera það nótæft. En sko, ef við förum í stofnunina sem slíka og það sem þeir eru að gera að þá eru þeir vægast sagt mjög gamaldags nema það að þetta nýja að nota tölvur og nota alls konar mótil og líkon og tölvur sem aldrei verið til sjós. Já. Ef þú skerir svona leikingar. Já, þetta eru bara tölvuleikir sem fara fram hjá Hafrannsóknastofnun. Ég ætla að sýna ykkur smá mynd af þessu, ef ég fæði þá fyrstu. Já, þetta fyrsta myndin, komin. Þeir hafa lengi haldið fram á Hafró að það þurfi að vera stór hrygningarstofn. Hann megi ekki fara undir ákveð. Þá sé ég hættu, þetta kallað B-lim eða einhvað svona vesinn. Já. Þetta úr Írska hafinu, ég var nú þar í rannsóknartúr og þarna 1988 þá fer aflinn að falla. Það vegna þess að þá byrjar að stjórna. Þegar 200 mílur koma þá fara þeir að stjórna, þá sjáum við að aflinn fellur. Svo vil ég það vita hvort það sé eitthvað samband á milli nýliðunar og hrygningarstofns og það þetta neðra graf sem hefur verið notað hjá öllu þessu stofnunum ansi lengi og heldur sem gert enn í dag að það vinstri dálkurinn, það eru nýliðarnir hrygningarstofnin til hægri út og við sjáum það til hægri hrygningarstofnin rosalega stór en nýliðunin lítil og það raunverulega ekkert hægt að sjá út úr þessu. Þetta bara eins og haglaskot í hvíta örk. Það ekkert þetta, einhvern samband þarna á milli. Það ekkert sjáanlegt samband. En ég var að taka aðeins næstu mynd. Fá næstu mynd, já. Sko, þá í þessum punktamælingum þá segir í dag hrygningarstofnin svona og svo var nýliðunin svona og svo sett upp punktur. En þetta ekki svoleiðis. Þú verður að setja nýliðunana upp í tímalínu. Já. Vegna þess að það ekki alltaf sömu skilir í sjónum. Stundum pláss fyrir marga, stundum ekki pláss. Já, stundum æti og... Já, og við sjáum rauða línan, það hrygningarstofnin.
Við sjáum hvernig hann minnkar og við sjáum svörtu línuna, punktalínu, og það nýliðunin. Þannig sjáum við bara strax að þegar nýliðunin mest, þegar stofnin lítill. Meðan sko, getið að því, þetta meðan gögnin í lagi þegar ekkert verið að skammta. Þeir að veiða á fullu. Enga takmarkanir. En með því að taka svo þessa línu og búa til 2 meðaltöl, það að segja langtíma meðaltal, þá það svarta línan. Við sjáum það þorsk. Á neðri myndinni. Já, á neðri myndinni. Þá þorskstofnin, hann að falla þriggja í ára meðaltalið sem rauða línan. Hún sýnir skammtíma sveiflur. Það að segja, veiðin góð í ár, svo minn næsta ár og svona. Og þess vegna verðum bara að skoða þetta í samhengi og þá skulum við fá næstu. 3. myndina, já. Og þá sjáum við það að stofnin, spóningsstokk, hann að fara upp og niður fyrir meðaltalið. Meðaltalið fæst úr 9 ára meðaltalinu. Hann að fara í kringum meðaltalið. Ef við gerum það sama við nýliðunina, þá hún líka að fara kringum meðaltalið. Hvort hún sé stærri eða minni skiptir ekki máli, hún að fara upp og niður. Þetta í algjöru mótfasa. Já, en þannig að segja að það skiptir ekki upp á nýliðuna hvort að þorskstofninn sé stór eða lítill. Jú. Ef hann lítill, þá kemur meira. Góð. Já, þá nýliðunin betri. Þetta verða menn bara Ég búin að gera þetta fyrir flesta stofna í allar. Það allstaðar svona. Já. Þeim hafur engum dottið þetta í huga að gera þetta svona. Nei. Þó birti ég svona reikninga í ráðstefnu í Færeyjum 1998 held ég. Já. Það var enginn lesið þetta. Og vill enginn hlusta á þetta. Nei, þessu tengt það ekki eins og komið að fjöllum í Hafró, sko. Það ekki eins og komið að fjöllum, segi ég, sko. Ég bara verið fram að mig það úr Ægi, sko, frá því 1972. Og það sko, viðtal við Sigfús Sjokka. Já, Sigfús, já. Já, sem að þú þekki nú. Skólabróðin. Já. Og hann segir þar, sko, og þess, ég tengi það bara þetta sem við verðum að tala sko, rannsóknir af vaxtarhraða einstakra árganga hafa leitt í ljós að því stærri sem árgangurinn þeim mun minni vaxtarhraði þorsksins. Eða með öðrum orðum, vaxtarhraðinn stendur í öfugu hlutfalli við einstaklingsfjöldan. Og þetta 32-3 ár síðan sagði þetta. Já, þetta það sem þú hefur verið að segja. Já. Þú hefur verið að... Og hann í Hafró þegar hann að segja þetta. Já. En það stofnunin skoðar þetta ekki. Nei, hann gerir það ekki. Nú segja Færeyingar það mjög mikið ísu en hún vex hægt. Þetta bara náttúrulögmál. Ég meina að svínabóndin veit þetta, lambabóndin, kjúklingabóndin. Hann hendur kjúklingunum út sko þegar hann var 1,3 kíló því að þá veit hann að kjúklingurinn hættur að nýta fóðrið til vaxtar. Já. Ef hann myndi gera það þá væru allar hænur sko á stærð við lömb. Það eru 10 kíló. Já, sko, þegar að dýrin hætt að vaxtarhraðin mestur þegar dýrið ungt. Já. Og þegar þú komin í því að það á við allt ungviði í náttúrunni. Dýr. Já, í öllu lífríkinu. Já. En það sem maður kannski að velta sér upp úr og það sem maður vildi núna, en nú eru bersýnilega breytingar á Hafrannsóknastofnun, allavega forstjórinn hættur og bráðabirgðaforstjóri kominn. Getum við ætlast til þess eða getum við vænst þess að menn endurskoði þetta í alvörunni, vinnubrögðin, hvort að þurfi að fara til gagnger endurskoðunar á vinnubrögðum Hafrannsóknastofnunar?
Eru líkur á því? Ja, nýji fórstjórinn, hann ekki líkulegur til einsinni neins. Þetta er bírokrat, eins og við þekkjum bestan. Var í forsvari fyrir endurskoðunarnefndina hennar Svandísar, auðlindin okkar. Og þar límdi hann saman einhverja 3-4 nefndir sko og var höfuð á... Hvernig þetta kerfis kalla? Ok, já. Og við vitum að það gerist ekkert, en það er hann líklega settur inn til bráðabirgða og það þarf að koma einhver þannig inn sko sem einhverja róttækar skoðanir og aðhyllist ekki sko einu öllu bara kenningar vísindakirkjunar sem að ég kalla hann á Hafrannsóknastofnun. Nei, þetta er sko svolítið mikið mál vegna þess að þetta er svolítið róttækt, þetta er öfugt við allt sem verið að gera út í hinu stóra heima. Jú, en þetta myndi náttúrulega, sko, ef það ætti að fara að gera svona breytingar, þá yrði það væntanlega átök við ISIS eða ISIS og alla þessa... Jú, en getum við ekki gert bara eins og Trump myndi gera, bara burt með ISIS. Við erum ekki þar lengur. Við bara tökum okkar eigin ákvarðanir. Við náum ekki samkomulagi makrílstofninn, kolmunastofninn og fleiri stofna. Sjáðu bara síldina. Já. Ef að við réðum okkur, þá var ég hér búin að vera síldarvertíðar upp á gamla móðin í mörg ár. Það eru allir trillukallar hér að melda síld. Hún í mögunum á þorskinum, hún í torfum, hún vaðandi. Í mörg ár, síðast var það 2016 þegar ég fór á Raufarhöfn, þá sagði hann mér þetta Ragnar að það var síld út allt. En það mátti enginn veiðana. Nei. Það er það sem að... Örfá skip með kvóta sem búið að semja á erlendum vettvangi. Já, það er það sem að fólki gerir sér ekki grein fyrir. Að þegar ISIS stofnað, þá erum við eina af þeim þjóðum, 24-5 sem stóðum að því og eins og ég segði áður, Jakob Jakobsson var forstjóri, stjórnarformar þar tíma og við erum í ráðgjafarnefndum og búin að vera það alla götu síðan, að ákvörðunum heildarafla í hverja einustu fisktegundu í Ísland, hún tekin þar við borðið. Já, hún endalega ákveðin þar. Og þetta er búið að vera svona frá 1972, frá því að Hafrannsóknastofnun var sett á koppinn. Það er þorskarall í mars. Hvað gera gæðinir þegar þau eru búin að yfirfara allar tölvuformúlunar? Það setjast upp í flugvél og fara til Köpen, þar sem alþjóða Hafrannsóknastofnun er. Og það er ekki fyrir en eftir að koma þaðan sem kynna sjávarútvegsráðherranum okkar hvað eigi að gera. Hvað séu tillögur þeirra? Þetta er ekkert nýtt, þetta er búið að vera svona frá 1972-3. Og það er alveg sem að fólk kemur alltaf á fjöllum. Já. En svo er það annað, sko, hér áður fyrr. Þegar við vorum einir í þessu að skoða hérna, að Jón Jónsson fór með fjöluna sína fyrir Grindavík og setti síl þar sem að sporðurinn endaði. Það var fyrsta tölvan sem það nótuði. Þá vorum með Hafþór, við vorum með rannsóknarskip hérna, við fórum og tókum hól og það var skoða og menn fórum að skoða þetta hvernig ástand fiskar var veitt og það var veitt ráð sem að voru svona. Skárri heldur núna held ég, en þó kom náttúrulega svarta skýrslan á sínu tíma og allt í bolli. En það er náttúrulega bara eins og við öllum veiðum, stundum veiður og stundum veiður ekki. Síðan finna þeir upp þetta rall og þeir heldur höfðu gripið Guð í fótinn. Þarna var aðferðinni komin. Eins og farin yfir Bergamó og farin með tínu yfir Lyngið og farin x mörg ber. En í þorskveiðum og ralli þá ertu með troll sem hann er 4-5 metra upp frá botni. Og þá ég hef séð uppskriftina, þá hlerabilið 50 metra, við skulum segja einhvað, og hérna trolli tekur þá ákveðið svæði, það fer 4 mílur og það fer yfir flatamál sem er x metrar, fermetrar. Og það magn sem kemur í trollið, þar verður
það er fiskafjöldi á flatar einingu sjó. Já. Og svo þetta reiknað, þetta grunnurinn. Svona upplýsingunum safnað. Og þá kemur þetta stóra með þessu mörg fyrir það fyrsta, þá hafa rannsóknir sýnt að vita það menna þorskur eða fiskur fyrir ekki að ganga inn í troll fyrir netti korter. Hann syndir fyrir fram að það meðan hann til að byrja með. Í flestum tilfellum til að byrja með. Já, og það sá ég frá Skotlandi, það voru cirka korter. Sjóbirtingur sem vil hlera hann bara syndi burt eftir klukkutíma eða hvað það nú Þannig að magnið sem fer inn í trollið af því að tóktíminn svo stuttur, það nátt. Svo ákveðin hluti 30, 50, 60% eftir aldri sem fer undir trollið. Já. Og það óþekkt í hverju tilfelli. Ég með rannsóknarskýrslu hérna. Já, ég veit það. Þannig hann komin 2 þættir. Já. Tóktíminn og að fara undir. Já. Svo kemur þá. Býtu, hvað fyrir ofan 5 metra? Akkurat. Það svo mikið af fiski þar að flottroll var bannað af því það veitir svo vel. Já. Þeir missa alla þennan fisk. Já. Og þú sér þetta til dæmis á rallinu sem á haustin. Það haustrall og vorrall. Og haustrall á sér sína sögu því að það var fundið upp. Þar átti stóran þátt Kristján Þórarinsson að hann sagði fiskurinn náttúrulega á vorin að ferðast á hrygningastöður og þá upp í sjó. Og þess vegna náum ekki eins vel við botnin. Við slum skoða þetta á haustin. Þá var fiskurinn ekkert að hrygna og þá að gefa betra. En hvað gerðist? Það minnaði fiskur sem veiða á haustin. Já. Og því skildi það vera. Hann bara ekki genginn á grunnslóð. Nei, hann uppi að éta uppskeru sumarsins. Já, meðal annars. Lífið sem verður til að sumri upp í sjó, það eru sniglar, það eru smáfiskar, það allir fjandinn. Og þar hann. Jú, en það náttúrulega gungu minnstur af Já, ég meina, þetta ekki allt galið að vera haldið í þetta? Jú, en við erum náttúrulega með eitt gott rall í rauninni sem heitir strandveðar. Það besta rallið okkar. Já, það eiginlega til miklu betra rall. En það? Það bara það að það 20 sem hægt að mæla í fiskstofni. Lengdin og þyngdin. Já. Og lifraþyngd og það sem aðfinn. Ef að fiskurinn horaður, þá þarf að veiða meira. Ef hann feitur, þá getur þú beðið með það, sem ekki nauðsynlegt í lausum tilfellum. Já, en það sem að Grétar var að koma inn á að á hverju sumri eru 700 litlir rallbátar að taka sínu hringinn í kringum, eins dreift eins og hægt Já. Það nákvæmlega skráð hverju þeir eru, hvenær þeir fóru út, hversu miklu þeir landa og stærðin, hún liggur ljós fyrir því að þú ert að flokka í flestu tilfellum, ef ekki borð, þá eru flokkanastöðar í landi, þannig að kvöldi hvers einstags liggja nákvæmrar upplýsingar það aflan stöðu Þorstólfsins minnsta. En ég veit ekki til þess að það sé neitt gert með þessu gögn. Og svo erum við með strandveiðimót, sjóstangaveiðimót, allt í kringu landið, ákveði kerfi á hverju einasta ári og það eru til gögnum það einhverja 20 ára allavega náttúr í tíman. Og eitthvað gert með þetta? Nei. En það annað þessu sem þá kannski sniður og það sýnir það bara að allir sem veiða þeir fá nóg af fiski. En þá ekki alltaf nóg af fiski, það verðist ekki ganga á pottinn. Nei. Og ef að menn fá minna fiski, hvað gerir nú? Þá veiða þeir svolítið lengur að halda út. Svo kemur lagast þetta næsta ár. Það ekki hægt að ofveiða fisk. Það nánast allstaðar hringinn í kringu landi núna. Nóg af fiskur. Í öll veiðafæri mókafli. Já. Trollararnir, litlu togararnir og togararnir að mókfiska. Þar séður mega
veiða. Trollararnir fara út úr Grindavík togarinn í þar, hann var að koma með 145 tonn í morgun. Já. Ég held að hann hafi verið fyrir austan. Og það er alveg sama hvar þeir eru. Vestmannaeyingarnir voru að mókfiska, svo eru línubátarnir litlu að mókfiska. Ég er bara beinar upplýsingar frá Brim. Það er 4 daga túrar og það er 140-50 tonn. Já. Og það er alltaf sama rútan. Það er karfisur og hrygg. Það er ufsi hérna svolítið norðar og þorskur á halan. Já, það er þannig sem við vilja hafa. Ég veit það. Já, þetta er hagkvæmst að gera það svona út. Þetta er eins og að fara bara inn á lager og ná í hráefni. Sækja þetta bara í bónus. Já, sækja þetta bara í bónus. Þeir vilja ekkert að eitt ári sé 270.000 tonn, 250, 80, 30. Þeir vilja bara hafa 200.000 tonna jafnstöðuafla og geta skipulagt sóknina, vinsluna og sölukerfið og það er óskikjan. Þeir vil ekki taka neina toppa. Engar sveiflur. Það er náttúrulega frá þessum sveiflur. venjulegu fiskveiðum, línu, handfæri og troll, þá er einn stór þáttur sem er farinn og það eru vetrarvertíðir. Já. Og þetta var undirstaða saltfiskmarkaðarins. Já. Þarna var veitt á vetrarvertíð jafn mikið eins og kvótin er í dag. Já, en ekki bara það. Við vorum að veiða á ársgrundvelli á vetrarvertíðinni, febrúar, mars, apríl, fram í maí. Já. Vorum við að veiða 60-70% af allum aflar ársins. Já, meira heldur en er veitt í dag. Það var veitt á vetrarvertíð. Þetta er farið. Og þá þetta er gott að vera með tonn í net áður en það var mjög gott. En núna í netarallinu, hvort það var núna í voruði fyrra, þá voru þau bara svo bunkuð þeir voru í erfiðleika með að náðum innfyrir og voru að tala um 10 tonn í einu trossu. Ég hef bara aldrei heyrt það næst. Þá voru við að tala um 10-földum þar og á sama tíma í svo línunni það var bara mjög gott og menn miðuð við 100 kíló á bala og svo er bara allt í hennu menn og bara óanaðir ef það er ekki 300-400 kíló á bala. Þannig að afli á sóknareiningu hann hefur margfaldast. En með því að breyta sóknareiningunni, það er að segja með því að veiða svona lítið, þá veiðist fiskurinn betur af því hann hefur ekki tæki fyrir að læra á veiðarfærið. Það er bara svolítið, ég er búin að sjá það í silungsarasóknunum mínum, og hann lærir á net og lærir á annað á samanber steinateinan og bríteinin og allt þetta dót. Já. En það er sko fyrir nógu fiski stærsta röksemdin hjá kvótaeigendum eða kvótahöfum er svo að það eru svo ódýrt að gera út. Á miðað við það sem áður var, þá var það allt annað. Það var ein rökin fyrir því að 29 metra bátarnir og 26 metra bátarnir móttu bara fara upp að 34 mílunni. Það var að kolefnissporið það batnaði svo mikið við það því að þeir þurftu að sigla svo stuttur á bryggju. Hefur þið séð þetta kolefnissporið? Nei, ég kann ekki að regna það út. Ég hef séð spor eftir ísbjörn en ekki kolefni. Ég hef séð spor eftir ísbjörn. Já. En ekki kolefni. Nei, þetta er þetta þarf að breyta þetta. Svo líka til dæmis núna voru þeir að fara og skoða svæði sem búið að friða í 25 ár. Já, við vorum að gera það núna daginn. Allir niðurstaðan verið svo, já, þetta er helviti gott. Þetta tekst vel, við prófum 25 ári viðbót. Þetta er náttúrulega grátlegt, þetta er svo að taka ekki upp úr öllum kartöflugarðinum. En þetta er bara, við erum náttúrulega búin að vera með innst í Faxaflóanum frá Geldinum og suður úr bannað að fara með veiðarfæri. Og innst í Breiðafirðinu með bannað að vera með net. Það er ákveðin lína sem er dregin þar innst sem er bannsvæði með net. Já.
Og svona viðbótar við þennan sambur sem ég það ekkert meiri fiskur þar heldur en annars það í Breiðafirðinum sko. Þó það sé búið að vera friðað í 50 ára eða hvað það er. En þið vissu það að sko hér áður fyrir þegar Bretinn var í flóðunum þá var 2,5 togari að jafnaði allan sólarhringi með trólið úti. Já. Það var það mikil sókn. Og miklu minni Moskvi. Já, fyrir nú utan það. Já, klæddur bókar. Voru þeir ekki með 80 mm Moskva eða hvað það var, 100 mm Moskva? Herðu, það þarf sem sagt að breyta þessu mjög radikalt. En að taka aðeins meira hérna, en að taka til dæmis Noreg núna. Já. Þar eru búin að skera niður 25% 2 ári röð. Og ég held að kvóti núna sé komin í 250.000 tonn eitthvað svona. Það einhver, þannig að fiskverð að hækka út af þessu. Og þeir eru núna að fárast yfir því að það sé veitt svo mikið af smári ýsu og smáum þorski. Og það Rússarnir minnkuðu Moskva hjá sér niður í 120 mm og 130. Til að veiða meira smáfiski. Þeir veiða mikið af smáfiski og menn eru bara yfir því hann að vera að drepa ungvið. Sko, en ef þú veiðir svona mikið af smáfiski þá ofboðslega mikið af honum því að hann miklu gjarnar á að fara undir. Já. Svoleiðis að það ennþá þessi heimska hugmynd. Ef kemur svona mikið af smáfiski þá voru herða við það. Já, það það aðferðafræðin sem við höfum beitt í gegnum tíðina. Já, það voru herða við það. Maður fleiri tógara sem lönduðu öllum þorski í Krossanes í Bræðslu. Já. Það nú sem betur fer langt síðan að það var. Já, þannig þetta svona í Noregi þegar skera niður Færeyjar þá voru þeir að koma úr ralli og það eins og ég segi það meira ís og meira þorski en báðir óraðir. Og þar eins og ég sagði að hann lokuð miðina mestu leyti og ekki takt að gera út af þeir bara borgar sig ekki. Nei. Það helst að þeir geri út á Ufsa. Já. En hver svo líkundar á einhverja breytingar verði varðandi sko nýtingastefnuna eða frá Hafrannsóknastofnun? Sko ég tók bara með mig bók núna áðan vegna þess að ég tók hana með mér í flug í sumar. Þetta bók sem ég las fyrir 20 árum síðan. Og efni hennar tekið saman frá 1975 til 95 þar sem að Hafrannsóknastofnun dregin á snærunum og gert góðlegt grín á henni eiginlega hverjum einustu síðu af Ásgeiri Jekkósinni. Og já, ég las hana í sumar og tók hana með mér núna vegna þess að það þarf engu að breyta nema bara útgáfudeginum. Það alltaf sama og var á þessu árabili. Það má endurprenta hana í nokkurn veginn orginalútgáfu, setja nýjan formúla kannski, en þannig að það ekki eins og gagnrýnin á Hafrannsóknastofnun sé að byrja, sko. Nei, en þegar að við stöndum frammi fyrir því að við höfum ekki náð neinum árangri í 40 ár og við vitum það 50. Og sjáum það af hverju stoppum við ekki og spyrjum okkur og af hverju spyrja ekki pólitíkusarnir hvað að hvað út af hverju ekki verið að gera einhverja hlutina einhvern öðru vísi heldur við að vera að gera. Ég að læra þetta á 7. áratugum. Já. Þá Nikólski og fleiri að skrifa allt þetta sé svona, sko. Við erum að segja. Og þegar ég kem heima þá fer ég að lesa meira. Ég hafði góðan tíma að lesa, það var engin fjárveiting, maður mátti ekki gera. Ég sátt og las. Og þá skrifað þetta að maður passa sig á því að ofveiði getur litið út en sé raunveru vanveiði sem lít út eins og ofveiði. Og ég fara að spekulera í þessu, þá þessi sem við erum að tala allt öðru vísi hugsanir. Jón Jónsson skrifaði grein í Ægi þar sem að hann að lýsa ráðstefnu sem hann fór á í Englandi þar sem var upp á stungið að
stækka Moskvan í Norðursjó. Já. Hann var mjög lítill. Og það kom út úr því að sagði, ef við þurfum að stækka Moskvan, hvort það var frá 90 upp í 120 eitthvað svoleiðis, þá þurfum við að fimmfalda sóknina. Já. Þetta sögðu menn þá, bestu vísindamenn. Og þeir voru öðruvísi náttúrulega, það var engar tölvur til, og engin mótel til, og ekki neitt svoleiðis. Ef maður beitir við aftur hérna bókinni sem að sonur Ásgeirs gaf út sko 2001 Já. að þá nefnir hann að þegar pappan byrjaði að skrifa í Morgunblaðið þessar greinar þá var ársaflinn í þorski á Íslandi hann var 453.000 tonn. Já. 20 ára seinna þegar að galemaðurinn skrifa sína síðustu grein þá þorskaflinn komin inn í 170.000 tonn. Já, já. Og Við þekkjum þessa sögu. já. Og á öllu þessum 30 árum þar til þessi bók er gefin út að þá var í rauninni fylgnin við ráðgjöf Hafró 85%. Já, já. Já. Mér stundum var náttúrulega eiginlega upp á hár farið eftir henni og aðeins minna sem árin en svona heilt yfir að þá þetta 85% fylgni. Já. Og í formúlanum þá spyr hann væri við í betri málum eða við verið farið 100%. Hefur það breytt einhverju? Já, já. Nei. En svona hefur þetta verið og Jón búinn að gagnrýna þetta í 50 ár og svo varstu með hann Kristinn Pétursson frá Bakkafirði núna fyrir nokkrum dögum síðan. Já, fyrir viku síðan. Og þá hann nú aldeilis gagnrýnt þetta. Já, Ég fór að fylgjast með skrifum hans sko 1990. Þá var hann nýkominn á þing fyrir Sjálfstæðisflokkinn og skrifaði örmöla greinum og gagnrýndi Hafrannsóknastofnun árangursleysi og það verið eitthvað mikið báið við þetta. Og ég heyrði ekki að það væri að baki dottinn í þættinu sem var í öðrum daginn. Hann bara herðast sko, hann ætlar ekki að gefast upp og ég ætla bara veit honum liðsinni sko. En fyrst þegar þú ert nú búin að skrifa mikið sjálfur og þegar þú komst inn þá komst inn þetta dulnefni. Já. Það vissi enginn hver þessa var en ég var djöfull hrifinn af þessum skrifum, það virtist vita ansi mikið. Já, takk fyrir það. Já, þú komst þetta, við vorum að spekula hver þetta væri, þú hélst þessu mjög leyndu. Já, það var, sko þetta var 2001-2002 og þá var nýkomið á netið svona síða sem að hét strik.is. Þetta var undanfæri eyjunar og allt það sem síðar kom. Já. Og þar á forsíðu voru Sigríður Arnardóttir, Illugi Jökulsson og Egill Helgason og svo var einhver fígur þarna sem að hét bara Floyd. Og það var gulur kall í sjóstakk og það sé ekki hver það var og það það sem að Jón að tala og það var ástæðan fyrir því var svo að það fór náttúrulega illa saman að vera gagnrýna bæði Hafró og ýmsar gerðir veiðarfæra umfram aðrar og vera sjálfur að selja veiðarfæri og í daglegu samskiptum við menn sem að voru að kaupa sko allt frá færaköllum og upp í loðnuköftina sko. En já, þú manst til þetta þessu sko. Ég man eftir þessu. En það svolítið merkilegt, aðeins að tala Eystrasaltið, það er síða sem að heiti Baltic Waters. Það er að reyna að fá líf í Eystrasaltið. Ég skrifaði það fyrir 15 árum. Þegar ég fór að skoða þetta, skoða vöxtinn, að hann var lélegur og þeir vildu stækka Moskvan og vildu draga veiðum. Og ég fekk hreistur, það kunni ekki aldursgreinan eftir kvöldum. Ég fekk hreistur og kunni gata aldursgreintan, skrifaði skýrslu og sagði stóru drátturinn, þið megið ekki draga veiðum. Ef þið farið að draga veiðum og stækka Moskva þá getur farið illa. Og 2019 þá lokað í Eystrasalti vegna þess að fiskurinn var svona lítill og lifur alveg svo ónýtur. Nú var ráðstefna frá ráðherrum í kringum Eystrasalti
bara í gær og það eru aðgerðir hvernig getum við bjargað þorskinum og ég fór að lesa fleiri greinar þegar finna að það voru náttúrulega súrefni sinni og það geti valdi það eina sem þeim fundi út að ef við tók hann og gáðum hann að éta þá stækka hann en þeir voru í vandræði með hvað þetta gera og komist þeir að því að hann þurfti í mat já og þeir settu 750.000 seiði út af því það vantaði svo mikið ungviði sögðu þeir og við voru að leita um daginn og það fundi ekkert. Ég gat nú ekki setið á mér og sendi inn athugasemd bara á hann. Grein sem ég skrifaði í Danska Fiskir í blöðið 2018. Það segir að það sem er vanveiði og það sem þarf ekki setja í gang stórfelld grísjun og færið rök fyrir því. Ég er ekki búin að fá sjá viðbrögðu því. Nei. Það er hérna En það sem að ég vildi nú tala við ykkur strákar það hvað getum við gert núna til þess að opna augu Hafrannsóknastofnunar og ráðamanna. Ég hefði haldið að þyrfti að skipa stjórn yfir Hafró. Já, og hver er að ráða, hver er í stjórninni? Það á að vera óháðir aðilar ekki frá hagsmunaöflum eins og LIU eða einhverjum þetta á að vera óháðir aðilar menn sem hafa vit á fiskifræði og þekkja til. Ég hefði haldið að sjómenn ætti að koma þar að einhverjir skipstjórar. Nei. Það þarf að hreinsa út. Já. Það þú að breyta öllu systeminu. Ég held að leiðin að því sé eins og við höfum reynt áður og það er bara að halda ráðstefnu. Já. Halda ráðstefnu þar sem að þeim er boðið og alltaf og vera með svona hörku í þessari ráðstefnu. Ég veit að við höfum rétt fyrir okkur. Það er bara trýst á það að fá ráðuneytið með og hafa frumkvæði af þessu. Já, þeir verða bara að halda ráðstefnu með gagnrýnisaðilum. Það hefur einhvern veginn tekist það að forða slíkum ráðstefnum. Ég veit það sjálfur að Ragnar Skalli var einu sinni búin að fá ráðstefnu og svo var hann að fá ráðstefnustjóra. Hann fékk engan. Ragnar Skalli Álskalli Álskalli vildi hann já, við vorum saman við þekktumstöður hann sá þetta alveg það var ekki hægt og við þurfum að fá ráðstefnu sem að tekur þessi mál fyrir í alvöru og leyfir ekkert mönnum að komast upp með kjaftaði eins og Gunnar Stefánsson var á sínum tíma og fleiri að gera lítið úr okkur að gera grín á okkur. Ég fyrst Jón var að tala um hana Floyd í Gullagallanum þá skrifaði ég 2002 hvernig hefur þekking Jóns Kristjánssonar nýst hafrannsókn eða ráðuneytinu. Í ljósi þeirra stefnu sjávarútvegsráðuneytisins að stundaði sig markvissar rannsóknir á landi til að tryggja að byggsi á bestu fáanlegri þekkingu hverju sinni. Og Jón sótti rannsóknarleyfi til rannsóknar á þorski við Vestfirði 1998. Tilgangur að rannsaka hvort geti verið að ræða staðbundna þorskstofna á grunnslóð við Vestfirði. Athuga hvort finna mig mismun á þáttum eins og aldursdreifingu, vaxtamynstri, holdafari og hámarksstærð eftir svæðum. Tekin eru sýni til DNA-greiningar og merkja fiska og meta far og veiðiálag farið fram á að afli stæði undir kostnaði líkt og við togar og netarall. Fá að sitja við sama borð og Hafró. Já, þetta er Jón og svo þú segir hefur náttúrulega fengið þetta á færibandi og þeir hafa bakkaði upp með þetta. Svari kom 4 árum setna. 4 árum? Já. Og þá lagði sjávarútvegsráðuneytið sig það lagði sig fram að koma í veg fyrir að þessar rannsóknir yrðu gerðar og punkturinn var
ráðuneytið, og það var Árni Matt sem var ráðherra, ráðuneytið gat til dæmis ekki fundið lagastoð sem heimilaði Jóni að halda eftir þessum kílóum af fiski sem féllu til og standa áttu undir kostnaði við verkefnið. Já. Ég þurfti að fara með þetta í umboðsmann. Já. Og gekk það eitthvað? Já, en það voru bátarnir farnir sem ég hef búin að... Það voru þeir sem að, þetta voru bátar frá tónsnáðurinn. Já. Ég vildi líka fara sko með snurvoð og merkja fisk bara. Já. Það fékkst ekkert. Nei. En það er eitthvað sem þarf að gera og það er það sem er kannski það sem við ættum að vera að snúa okkur að núna. Hvernig getum við komið almennlegri umræði í gang bætt vinnubrögð hjá Hafrannsóknastofnun? Ég veit ekki, sko, ég segja líka í viðbóti þetta að ég sparaði Færeyingum milljarða á því að láta ekki skera niður 2 ára röð. Já. Þú átt annað hvor jarðgöng þarna í Færey. Eða hvað? Já. Nei, svona... Ráðuneyti verður að hafa frumkvæði. Það verður einhver þyngd í þessu. Það getur bara ekki einhverjir kallar út í bæ Nei, ég veit það. Hóa sig saman, sko, en við veitum alveg hverju ætti að vera þarna, sko. Áskorun á að ganga út á það að fá stjórnvöld til að gera eitthvað vitrænt og hafa alvöru ráðstefnu þessi mál. Já. Og frekar fyrir en seinna. Sko. Já, Grandi var að kaupa HB á Akranesi og kaupa upp allt þar. Já. Það vorum búin að skipuleggja, svolítið seinna skipuleggja ráðstefnu fiskveiðistjórn á Akranesi og allt var klárt. Svo vildum við hringdu þeir í Villa, verkalýðsforingja og báðum hann að verkalýðsfélagi stæði fyrir ráðstefnun. Skefinni þyngd. Hann neitaði því. Já. Á hvaða forsendum? Hann þurfti að vera í tengslum við stórútgerðina á Akranesi. Já. Og væri farinn. Já, ég meina, nei, og ég man ekki hvort hún var, farinn. Það vildi ekki gera þetta. Nei. Þetta menn forðast eins og heitan eldin að styggja greiðana. Jú. Það er nú... Það er þöggun í flestum bæjum. Já, allt í kringulandi. Meira og minna. Já. Og bara menn eru kúaðir. Ég þurfti að passa mig þegar ég var að vinna í útlöndum og láta ekki vita hvert ég var að fara. Já. Því að það kom einu sinni upp að það fréttist og þá var bara hringt í rannsóknarstofnunar á Írlandi og þeir beðnir á mæti ekki því að ég og færeyskir ráðherra, við vorum bara vitleysingar. Já. Já, þetta var svona og er svona. Já. En meðal annars eins og þessi þáttur og fleiri þættir sem við höfum verið með og erum að reyna að vekja athygli á og við erum að reyna að vekja athygli á það sem betur má fara bæði í stjórnun fiskveiða og stjórnun Hafrannsóknastofnunar sem að kannski ekki síðra mál því allt byggist þetta upp á því að Hafrannsóknastofnun sé að vinna rétt og gera hlutina á réttan hátt. Já, allir þeir sem hafa verið að gagnrýna Hafrannsóknastofnun alveg frá fyrsta degi, þeir eru allir að vinna með gögn sem að koma úr stofnuninni sjálfri. Já, flestir. Já, það má segja það, með einhverjum litlum undantekningum. Menn eru náttúrulega ekki sáttur við togararallið og annað þess áttar en við getum bara að nota gögnin sem að fyrir eru. Já. Stofnunin ná ekki að afla frumgagna, vinna úr gögnunum og ráðleggja svo á heildarveiði byggt á eigin vinnu. Það á bara að taka ráðgjöfina af stofnuninni. Já, því ég held að væri nú bara að viti, við erum ekki að ákveða mann. Bara að gefa út dagafjölda, sjá hvernig það gengur. Byrja á því. Ég ætla nú ekki að segja að Hafró hafi ekki gert allt. Hafró fór einu sinni eftir því sem ég sagði.
Já. Og þá fekk smábátafélagið mig til þess að skoða ísu hérna út á Flóa, þá átt að fara að loka, sko, langtímalokun. Já. Og ég fór að skoða, þau tók aldrei sína hérna á markaðu og þá var þetta miklu eldri ísa heldur en þeir héldu. Ég held að það var 2 ára en hún var 4 ára. Og ég skrifaði skýrslu og Kobbi sá hana og Kobbi hætti við að loka. Já, já. Já. Yes. Já, já, en eitthvað þarf að ske núna og nú tækifæri, nú verið að skipta forstjóra og nú eru komið ný stjórnvöld sem að horfa öðruvísi á þessar hluti. Nú eru komið mann inn í Alþingi sem hefur þekkingu. Meðal annars. Já. Við erum með líffræðing sem er formaður atvinnuveganefndar. Já. Og hann getur væntanlega haft skoðanir á hlutunum og haft einhver áhrif, ætti að hafa einhver áhrif, menn ætti að hlusta á hann og fara eftir hans hugmyndum og tillögum og því sem hann vill skoða, hvort sem það verður gert, við vitum ekkert það. Það þarf róttækabreytingu, sko. Því það þarf miklu meira heldur en bara eitthvað krukk, eða kukl í þetta. Það þarf. Og eyða stórpenningum í alls konar delikatur, einhverja rannsóknir hérna og þetta alveg gasalegt. Það alveg haugur á fólki sem að vinna alls konar rannsóknarvinnu þarna. Ég var nú þarna bara fyrir nokkru dögum síðan á smá fyrir lestri, sko, og þegar maður kemur þarna inn, kem í hádeginu, fullt af borðum í möturitinu og það var bara töluð enska á öllum borðum. Já, já. Já, já. Það er einhvern veginn eins og að sé fjöldin allir á útlendingum sem að eru búin að hengja sig einhvern veginn utan á stofnununa líka, sko. Það vill lengi vinna þarna, Það var að svoleiðis. Ég veit ekki það, en ég veit að það þarf algjöra endurskoðun frá grunni á öllum vinnubrögðum stofnununa. Ég átti nú marga vinið þarna og sínum tíma og var eins og grár köttur þetta oft, sko, að tala við og maður heyrði alls konar hljóð og svona. Jú, jú. En strákar, þetta er búið að vera gott spjall hjá okkur þessi mál og kannski vonast við til þess náttúrulega að það verði eitthvað hlustað á það af ráðamönnum og þeim sem stjórna þjóðfélaginu að skoða þessi mál onni í kjölinn betur heldur en hefur verið gert og með hugmyndir það að gera jafnvel gaggerar breytingar. Það eru til fjölda bóka frá fyrri tíð sem segja allt eins og við erum að segja þetta. Já, já. En það hefur ekki verið hlustað á það. Nei, tölvukynslun tók yfir. Já, þetta er ekki alveg rétt gengur. Við þurfum að breyta módelinu. En ég þakka Pétri tæknistjóra sem sendir út þáttinn og svo hvet ég ykkur allt áhuga fólk sjávarútveg að styðja við bakið á stöðinni og gerast áskrifundur á þessari stöð. Því þetta, þeir sem vilja hlusta á umræður sjávarútveg og annað að hafa tækifæri til þess að bakka þessa stöð upp. Svo þakka ég fyrir mig og þakka ykkur fyrir komuna. Takk. Takk.